Góðan daginn og velkomin í 32. þáttinn minn hérna á YouTube-rásinu minni. Ég heiti Helga og ég handavinnuóð. Í dag mánudagurinn 28. maí og ég er komin á réttan dag í bili. Það verður kannski bara núna á næsta mánudag og svo fyrir allt í vitleysu aftur. En já, eins og að þú sagði, ég heiti Helga og hérna bý á Akranesi, gift og 3 börn og 3 barnabörn og alls konar. Og eins og þú segir handavinnuóð, aðalega prjónaóð. Já, ég bara bjóða alla nýja og gamla velkomna. Týnist alltaf smám saman inn í hópinn sem bara gaman að fá feedback frá ykkur og hérna kynnast ykkur líka. Nú, við erum náttúrulega í kaffinu. Það er samt ekkert eitthvað rosa snemmt. Klukkan korter í 9 en ég er búin að fara leikskólarúndin og allt þetta sem þarf að gerast á hverjum virkum degi. Já, ég bara geta að það komin ný sending af þessum könnum niður í Gallerí Snotra. Það eru æðislegar, skemmtilegar og ódýrar, kosta tæpa 900 kall, minnum mig. Nú, í dag ætla ég að fara yfir klár, verk í vinnslu, hvað datt í pokann og svona verkfæri sem ég nota mikið og töskurnar sem ég var að klára helgina. Nú, og það er svo sem ekkert eftir neina að bíða. Þið eru komin hérna til þess að sjá hvað ég er að bauka en ekki bladra. Og það eru þá klárin fyrst. Og þennan byrja ég á í vikunni. Ég ætlaði að gera annan galla hérna úr ungbarnablaðinu Tinnu. En hann bara meirinn og ekstra fænið. Ég var ekki að fíla það í þessum köðlum og dúlleri sem eru í því. Þannig að ég fór bara í uppskrift sem ég prjónaði fyrir Hlína designin. Ég veit ekki hvort hún gaf þetta út en ég á allavega prjónsblaðið og þetta er bara svona heilgalli með smá atriðum neðan á buxunum og framan og aftan á hérna ofan og á erminni og þetta er meirinn og extra fine prjónað stroffið á 3,5 mm prjóna og restina á 4 mm. Og þetta er bara ótrúlega þægilegur og einfaldur galli. Bara svona hrafntina, ég gerði hana þegar ég prjónaði þetta fyrst, 2 til 3 ára gallan og ef maður notar svona meirinn á ull Superwash að þá vex þetta svolítið með börnunum líka. Þetta er 69 mánaða en hann er náttúrulega bara 3 mánaða, þannig að þetta var alveg eftir að endast honum heil lengi, en það vantaði eitthvað svona, ekki alveg lokaðan galla fyrir sumarið, þannig að þú veist, ekki alveg flís eða svoleiðis, þannig að hérna, amma skellt í þennan og hann fær hann á eftir þegar ég fyrir að passa í hádeginu. Ég gerði mitt líka á Ernili og í sömu stærð á sínum tíma, þannig að, og bara, já, einföld og fljótleg og þægileg uppskrift og þessar 3 tölur með hérna 2 típur á þeim. Þetta er ljós, þannig að þetta er bara tölur sem eru til niður í Snotru og sætar alls konar svona munstur á þeim. Og hérna svona poppan aðeins upp að því hann er bara fölgrár. Síðan klára ég vestingkál. Þetta hérna. Og bara mjög skemmtilegt að prjóna þetta og þetta er huge. Ég var að taka þetta úr þurrki en ég hef ekki sett þetta á mig eða neitt. Ég var bara að klippa enda og gera reddi hérna áður en ég sett niður. En þetta, sjá lagið á þessu er bara eins og á sjali. Nema það er heilt allan hringinn.
Þannig að það er ekkert svona þykkt hérna fyrir aftan sem er þægilegt ef maður er í þannig flíkum. Og þetta hvað notaði ég þetta? Þannig að DK Merino blend sem er til í rúmfattalagarnum. Og þetta hérna gard sem ég fekk í gardbúðin.is sem var til hérna fyrir löngu síðan á Akranesi. Og fyrsta gardinn sem ég keypti í svona hespu fyrir utan Heklgarð. Þannig að þetta bara sem sagt, þetta bara heill hringur. Svo svona styttar umferðir hérna til þess að gera lagið á því. Og svo blúndibökkurinn. Og bara mjög skemmtilegt. Þetta er sérst selduppskrift á Ravelry. Ég mæli algjörlega með þessu. Það fór reyndar aðeins meira nei, það fór ekkert neitt aðeins meira. Það voru sannlega ég með vóg hérna. Það bara að ég ekki með tölvuna, ég var búin að setja inn þessar upplýsingar. Nei, þetta er 199 grömm, þannig að ef maður er með tvær svona DK grófleika hespur á garni sem eru sinkur 100 grömmum, þá ætti það að duga. Þú veist, það væri samt á mörgunum. En það fór meira, sko, ég fór með rúmlega 100 grömm af einleita garninu. Þannig að ég raunni, já, allavega í mínu tilfelli þyrfti þá sálitur að vera meira en 100 grömm. En ég er mjög ánægð með þetta og örugglega að nota þetta helling í sumar á þvælingnum hérna innanlands. Svo gerði ég annað svona bombini. Ég var búin að gera eitt svona daginn og það er eftir hana Kate Jones í Bakery Bears. Þá gerði ég úr hérna garninu frá henni Amy í Strandi Dyeworks. Talað strand, ég ætla að fela henni endan. Og þetta er sama koncept, sama system og hérna hitt, nema bara svona léttara og minna. Bara svona fínt í, eða er minna kalt en þegar maður þarf að vera þetta gróa. En það er eitthvað bara, ég veit ekki, mér finnst bara gaman að gera svona lag á svona sjölum. Og eins og með þetta, þú veist, maður getur alveg nota bara þennan grunn og gert svo í rauninu hvaða munstur sem er hérna fyrir neðan. Þannig að ég ætla að stúdera þetta eitthvað meira, sko. Og þetta hérna eru bara, hvað var þetta ekki, bara tæp 50 grömm. Sjá. Jú, þetta eru 43 grömm, þannig að það er, þú veist, tæplega hálf dokka af hvorum lit og þetta er Fabel. Þannig að úr hérna sikkur dokkunin ætti að ná í 2 svona. Sem er ekki slæmt, af því að núna er til dæmis Fabel á alveg frábærum afslætti hjá öllum útsölum aðlum Drops. Sniðugt líka, þú veist, ef það er hægt að líka minnka þetta aðeins til þess að gera þetta á krakka eða unglingsstelpur eða svoleiðis. Ég sé þetta alveg fyrir mér á frænkur mínar í jólagjafir. Síðan kláraði ég veiðisokkana mína fyrir þetta sumar sem ég gerði úr Step 6 garninu, Austumann, og þannig að nú fer ég að byrja á helgasokkum. Ég taki það með mig bara út. Og þetta eru Facelips Kiss hælar sem eru bara svona stytt fyrir hælar. Og svo er ég með sokka sem ég sýni ykkur í verki vinnslu þar sem er líka svona styttur umferðarhæll en aðferð sem ég hef aldrei gert áður. Og hún er rosalega spennandi. Það verður ekki, þetta er pínu svona þykkt hérna. Mér sýnist það ekki verða á þessu sem ég er að prófa að gera núna í
því pari sem ég sýni ykkur upp bráðum. En annars þetta prjóna á 3 mm prjóna. Ég geri báða í einu frá stroffi og niður á tá og fytti ég upp á 56 lykkjum og annars bara, þú veist, höfbundið. Maður þarf að finna svolítið sjálfur út hvað hérna, að því að, já, þetta 93 grömm. Þó að ég sé að nota skó 39-40 þá ekkert endilega víst að hérna sama uppskrift henti mannesku sem með nákvæmlega eins fót, af því þetta snýst alltaf prjónafestuna. Ég kom með svona rullu á þessa sokka sem ég að prjóna á 2,25 mm prjóna sem ég nota þunna steppið í og fabel og annað svona fingert sokkagat. Mín standard uppskrift þar 64 lykkjur í stroffi ef ég byrja ofan og síðan það 60 umferðir hérna niður, síðan það hællin sem yfirleitt eitthvað styttur umferðarhæll sem hentar mér best og þegar ég búið með það þá það 60 lykkjur og þangað til ég fyrir að taka úr fyrir tá. Og ef ég byrja á tánni þá fytja ég venjulega upp á Judy's Magic, nei, Turkish Custom, það svona vafið utan prjónana báða. Þá byrja ég á 10-12 lykkjum á hvorum prjón á Magic Loopinu. En þetta bara rosalega einstaklingsbundið, en ég miðaði bara við uppskrift sem frí hjá mínu Philip the Knitting Expert. Þegar ég byrjaði á þessu og var svona smástund að finna út þetta, prjónafestuna, hvað margar umferðir og svoleiðis. En svo svo nota ég, ef ég að gera munstursokka með svona blúndumunstri sem kannski 12 endurtekningar, þá mjög auðvelt, þá þarf ég ekkert að vera að telja alltaf umferðirnar á fætinu sjálfum, af því þá bara með að við bara komum að gera margar endurtekningar af munstrinu. Og það hefur verið svolítið umræða það núna í sambandi við prjónastærðir, að það alltaf gefið, þú veist, það var notað þessi tegund af garni og það var notað þessi prjónastærð til þess að fá þessa prjónafestu. Þetta náttúrulega allt bara svona viðmið. Og það einn podcast sem raunin bara alveg á móti því að maður segi hvaða prjónastærð maður notaði, en ég ekki endilega sammála því að það er svo gott að segja fólki hvaða prjónastærð ég notaði og hvernig mín aðferð upp á að fólk hafi eitthvað til þess að styðjast við, til þess að finna út sitt. Af því maður, þú veist, ef að það kæmi bara peysuuppskrift sem að stæði bara fytja upp á 137 lykkjum og gefi upp prjónafestan og punktur. Það er svo gott að fá að vita hvaða garn notaði við komandi og hvort það sé þá í svipuðum grófleika og garn sem ég ætla að nota og geti þá að byrja á því að gera prjónafestupröfuna út frá prjónastærðinni sem að hönnuðurinn notaði. Og svo getur maður runnið sig upp og niður út frá því. Þannig að ég ekki alveg sammála því að maður eigi ekki að segja hvaða prjónastærð maður notar. Ég hugsa að ég væri ekki eins vilju að prjóna ef ég hefði ekki eitthvað til þess að styðjast við, því að annars verður maður nú ekki að kaupa þessar uppskriftir, maður að kaupa þær til þess að láta mata sig svolítið á hvað þarf í verkefnið. En röfli lokið. Já, þannig að þá bara klárin komin. Þetta eru 4 svona í minni, eða þannig ekkert í minni kantinum, þetta bara ágætt sæfrek með að ég var ekkert mikið, hann fór alveg 2 heil dagar hjá mér í saum og svo ég búin að vera mikið að stúsast með litli grílinn mín. En ég semst að reyna að prjóna svolítið upp á pókanum að því ég fer í frí eftir á miðvikudaginn næstu viku og þá svona langar maður að koma vel af stað með það sem að enn í pókum hjá mér og það ekki komið nein löngun í að byrja á neinu nýju, en ég svo sem staðra á nýju að ég ætla að taka með mér út svona garn í
þrenna sokka, þar af veiðisokkana á Helga sem að vera líka úr Step 6 eins og mínir, og þá svo í 2 önnur pör úr fínna garni. Þetta er svona lítil, þetta er minnsta stærðin sem ég geri undir handverk, og þau sjá að þetta er 150 gram og prjónar hérna onni, þannig að það verður alveg, þetta er alveg fínt undir svona sokka og húfur og svoleiðis. Þannig að já, ég ætla að taka þetta, 2 önnur pör, annað verður, eða 3 önnur pör sinna, því ég ætla að vera að gera svona shorty socks. 2 verða svona lágir sokkar og svo 1 vanilla par sem að verður þá bara, ég meira að segja með það hérna. Það er svona aðeins byrjað að tína til, en það er hérna Step, þetta er númer 343 og hérna þetta er svona sjálfmynstrandi. Þannig að þetta fyrir, og ég ætla að vera með ljósan hælinn, eða svona off-white í því, og síðan ætla ég að gera svona, já, lága sokka og 1 sjal. Svona, ég er búin að finna 1, ég var reyndar eftir að kaupa það sko betur. Það þarf að vera helst eitthvað svona sem ég þarf ekki vera að liggja í einhverju auskvist ef mér dettur í huga að fara að gera þetta í einhverju af þessum 6 flugum sem eru framundan. Ég reyndar alltaf líka að hafa með mér nokkrar dokkur af bómullagarni til þess að hekla tuskur. Já, ég er að fara í frí. 2 vegna frí og hérna. En þetta, við förum bara með eina stóra ferðartösku, 23 kíló, og svo mögum við hafa svona smá handfarangur með okkur, og það sem ég ætla að hafa með mér af handavinnu þarf eiginlega helst að komast í þann, í handfarangurspókan, að því við förum með Ryanair, þá má ekki vera með lítinn bakpoka og veski. Það má bara vera með annarkvort veski eða lítinn bakpoka. Þannig að maður þarf að vera aðeins skipulegur í þessu. Nú, ég er að gera þessa hérna Kaluna sokkana eftir hérna Soprano Knits Design á Ravelry og podcastara sem er óperusöngkona og er amerísk, hann býr í Berlín. Nei, hann býr í Þýskalandi. Allavega. Og mér finnst það ógeðslega flottir, en ég var núna pínu að gefast upp á munstrinu hérna á hliðinni, einfaldlega því það verður rosa lítið teygja í því. Þannig ég ákvað að hafa bara frekar lága, og það er í þeim sem að þetta nýja sokkadæmi er í. Og ég er settið á sikkur prjónin og með ég er að gera hælana og saminna það svo aftur. Og er svona aðeins að vera, ég er á bakaleiðinni, ég er að verða búin að móta hælinn, og hún lætur mann auka út með ákveðina aðferðum, ákveðin margar lykkjur hérna aukalega til þess að fá meiri dýpt í hælinn, sem að ég svo sem þarf ekki fyrir mig, en maður minn þarf það. Þannig ég ákvað að prófa það á þessum sokkum til þess að kunna það þá þegar ég fyrir að gera hann. Og ég ákvað bara að hafa þetta í rauninni hæðina á sokknum. Svo er hérna pínu svona gatamunstur aftan á miðjum, og hann átti að fara alveg hérna niður á hælinn gatamunstri, en ég hugsa með mér það var svo lítið styrking í því með að allavega skóna sem ég notaði. Það myndi vera svo mikið álag á þeim punkti að það myndi bara hreinlega kannski nuttast í gegn fljótt, ef það væri bara einhverjir nokkrir hérna þræðir á hérna á milli. Þannig ég var ekkert að fylgja því eftir. Og þetta er eins og hefur komið miljónsinnum fram áður handletagarn eftir mig. Bara svona
75% Superwash merino og 25% nælon. Og ég að vona að ég verði búin að búa með þessa sokka áður en ég fer út. Og þeir eru hérna í tösku eftir mig líka. Þeir eru, já, bara í dag er þetta allt töskur eftir mig. En það ger ég helling að þeim og á ná að þeim. Af því eins og ég sagði síðast, þá heyrði ég þessa sem er eitthvað svona mistök eða eitthvað leiðilegt. En þá er það Sand Between My Toes sokkarnir. Ég veit ekki hvort ég var búin að gera eitthvað síðan síðast. Sennilega ekki, en það er ekkert rosalega mikið eftir þangað til ég fara að gera tána. Það eru 36, 48, ég ætti að gera kannski 2 munstur og endurtekningar viðbót og byrja þá á tánni. Þá ger ég hinn sokkinn og svo ætla ég að gera restina af sokkunum sem eru í þessum pakka frá henni. Þetta eru 5 uppskriftir. Þá ger ég báða á einu. Það getur vel verið sko að ég byrji alltaf á þeim bara klári hælina því þetta er svona haldur og hætlega svoleiðis. Heel flap and gusset. Og og saminni svo þess að klára restina. Og næsta sokkapar, það er Beach Front og ég var búin að tala að ég ætti eftir að skipta út. Ég hafði hugsað mér að nota þetta bláa en svo kom ný uppskrift sem heitir Seafoam frá henni. Og ég hugsað mér að nota frekar Seafoam í gatnið í þetta, maður sé það aðeins að rugla í. Stilt einu ljósinu ofan á uppskriftunum sem ég ætlaði að sýna ykkur. Ljósasystemi hennar alveg. Stelpan er búin að vera prentað smá, já það, Seafoam. Og svo eru flottar að hafa það einmitt svona svipa og er á myndinni. Skelli því bara hérna ofan í. Og þannig að hér á eftir að bætast við einn mikill N og þá er ég komin með ég ætla að reyna að vera búin með þessu gula og ég fer út og síðan verða þá tilbúin í töskunni í tvenna aðra. Já. Bara tvenna aðra Helga, myndi það ekki fylla pokann. Ekki nema að vera komin í uppskrift áður en ég fer út. Ég held samt ekki, ég held að hún kom út að meðan ég er úti. Síðan er það í þessari er einrúm peysan sem er ekki úr einrúm gatni, heldur bara uppskriftin er úr þeirra bók. Og það er þetta skemmtilega gilda. Brúna, svona drappagat með brún drappa með gildu og svona brún tóna og þetta er Bellissima frá Scholar Stól og þetta er beige litur 2 og og þetta er bara mjög þægileg svona bara hring eftir hring peysa og svo sem sko ég ætti í raun ekkert endilega að vera að sýna í hvað skipta því það gerist ekkert, þú veist, eina sem gerist svo þegar ég komin hingað þá þarf ég að prjóna ermarnar og setja þá á og klára hana. En þetta er svona þægilegt. Til dæmis bíóprjón. Maðurinn minn er að reyna að fá mig til að fara á Deadpool. Ég er alveg agalega léleg í bíó og ef ég er ekki með eitthvað í höndunum eða eitthvað þá bara sofna ég. Þannig að það er voða gott að vera með eitthvað sem er lítið mála að vera að prjóna í myrkri. Síðan er þessi úr þess að ég fann uppskriftina á Gard Studio síðunni. Feel Free held ég hún heiti. Ég er búin að vera að prjóna á henni sem ég talaði við ykkur síðast að bara nokkrar umferðir. Þetta er bara svo ógeðslega margar lykkjur.
Þannig að hérna tekur tíma og þetta þurfa að vera 5 cm af þessu skrýtna stroffi áður en að maður fækkar leikjunum. Og hvernig var þetta eftir? Maður maður fer upp prjónastærð en fækkar 24 lykkjur þegar að þegar maður búið með stroffið. Eða þann lykkjufjölda sem á við komin til stærð. Og þetta alpakka bouchelet. Skemmtilegt gagn frá þeim. Frá Drops, 80% alpakka, 15% ull og 5% polyamid. Þetta einmitt afslætti því það ullið í. Þannig að þetta bara svona sem að, þú veist, þegar ég búið með stroffið þá þetta bara svona prjóna. Og þetta einum af stóru töðrunum mínum. Síðan það peysan sem þarf að hugsa þegar maður prjónar. Og það hérna úr pom-pom blaðinu. Ég kannski búin að gera eitthvað pínupón síðan síðast, ég samt ekki viss. Mér svo ógeðslega stutt sem ég var að tala við eitthvað síðast. En þetta finnst mér alveg hrikalega skemmtilegt. Það sem maður þarf að passa því það eru alveg 5 charts eða teikningar sem að fara eftir. Að maður þarf bara að vita nákvæmlega, þú veist, ég merki við eftir hverja umferð. Af því að ég léleg að telja út hvar ég í köðlum. Og þetta gripurinn. Þetta reynda miklu grófara gagn heldur en ég að gera úr, en ég held að verða alveg æðislegt. Og þetta Alaska frá Drops og ég panta þetta frá Woolwarehouse í Bretlandi. Ég veit að þetta til í þeim sem eru með meira Drops-gagn heldur en Gallery Snotra, fleiri tegundir. En ég var að panta þaðan gagn sem að ég ekki til á Íslandi og ákvað bara þess að nýta sendinguna að fá mér þarna líka. Þannig að þá ég búin að fara yfir verkin í vinnslu og ég ætla aðeins að sýna ykkur. Ég var að taka til hérna í herberginu hjá mér og taka aðeins til svona það sem að verður á döfinni á árinu og meðal annars það hérna Álfrún kápan eftir hana Björgu og hún með hettu og hún ekki eins klikkaðislega köðluð eins og fyrsta kápan sem ég gerði eftir hana. Það er rosa falleg. Síðan var það hún Tabby Gandhi sem er ein af systrunum í Hey Sister podcast og með Hey Sister Janko Company sem þeir eru að selja handritagagn eftir sig. Og eldri systirin er líka að búa til uppskriftir, rosalega fallegar sokkauppskriftir og ég stóðst ekki mátið, hún var að gefa út þessa Waiting for Henry socks þegar hún eignaðist 5. barn sitt og fyrsta strákið sinn, hún á 4 stelpur fyrir. Hún var að gera þessa með hún var að loka metrunum og í tilhugna því að þá var 50% afsláttur af öllum öðrum uppskriftum hjá henni og ég var búin að vera með lengi í körfinu og ræfili allar sokkauppskriftirnar hennar og keypti þær þá í leiðinni. Þetta er allt svona mjög einfalt en smekklegt hjá henni. Snowfall socks heita þessir. Og sweater weather socks eru þessi hérna og þetta held ég allt gafn frá þeim. Wonderland socks, þetta eru bara svona slip stitch eða lykkjur sem eru færðar óprjónar, bara einfalt. Þetta er eitthvað sem ég langar að gera á árinu, sokkum. Síðan voru þessir fríir
ég er alltaf eitthvað voða veik fyrir einhverju svona veseni. Og þessir heita bara hérna Smoked Leaf Socks. Svo er ég alltaf voða veik fyrir gulu. Síðan eru bara hérna svona ökla sokkar. Ég held að þessi sé bara fríir á Ravelry. Simple Ankle Socks. Og bara svona, maður heyrir alls konar misjafnan árangur af svona uppskriftum af lágum sokkum. Það eru að renna af og svona, þannig að þeir þurfa að passa rosalega vel. Þeir mega eiginlega alls ekki vera of litlir. Frekar örlítið of langir. En svo var einmitt hún Tabby, sem að í Hey Sister podcast, það var það ekki hún. Ég man það ekki, það var allavega eitthvað sem ég var að horfa í vikunni að hún, nei já, það var henni, jú, hvað er mér, hætti nú, það skiptir ekki máli. Hún setti bara teygjutinna inn í stroffið á ökla sokkunum hjá sér til þess að þeir færi ekki af og ætlaði svo að segja frá því hvernig það gengi þegar því kemur. Svo er hérna Pink Onyx, þetta er svona sumar peysa og mér datt í hug að nota það ná í gatnið, afsaki óskipulagið á heimilinu. Datt í hug að nota þetta satín cotton sem ég fékk niður í Gallerí Snotra í það. Þetta er gefið upp á prjóna 3,5 til 4 og 5 og það passar með við það sem að hún notar í þessa uppskrift. Hún er að nota 3,75 mm og upp í 4 mm og hérna og prjónafestan er gefin upp 20 lykkjur og 26 umferðir á 10x10 og það er gefin upp 20 lykkjur og reyndar 30 umferðir. En það er allt leið. Það var ekkert mál að stytta hana. Þannig að þetta kemur til greina í svona léttan sumarból. Þannig að það ég er augljóslega alltaf að plana hvað koma skal, en ég er ekkert eitthvað örvæntingafull yfir að fara að rífa mig að fitja þetta upp. Nú svo í síðustu viku þá var Pom-Pom sumar bæklingurinn eða magasínum mitt komið. Ég glemdi að sýna ykkur það. Svo ég ætla að sýna ykkur það núna ef þið eru ekki búin að sjá það. Þetta er semst Pom-Pom Quarterly, þetta er það sem ég gaf mér í afmælisgjöf í fyrra. Ég held ég eftir að fá eina bóku viðbót, annars er ég ekki viss. Ég er ekkert búin að skoða hann eitt rosa mikið. Ég er bara búin að vera að pínlítið að einbeita mér að því að vera ekki að skoða svona til þess að falla ekki í freistni. En það er fullt af svona sumarbólum skemmtilegum. Ég er að koma hérna sem að sem er skemmtilegt að mér er það sem að virkar hérna á Íslandi. Þetta er allt úr frekar grófu garni. Og við fáum nú alveg, þú veist, við getum alveg verið í svona bólum innandyra. Þó að sé rigning úti. Þannig að það er margt hérna, þetta er svona skemmtileg taska, prjónuð. Sá hún Elli í Skeindirnits var óða hérna spennt fyrir henni og hérna svona víður hlýrabólur. Og svo svona cozy peysa, við vitum öll að ég fíla svona. Já, hún er mjög skemmtileg hérna þessi
eins og allar hinna sko. Og það svona pínu markmið hjá mér að gera allavega eina flík úr hverju blaði í það minnsta. Og ég náttúrulega gerði þarna þessa sem ég kláraði þar síðast úr pompom og svo ég náttúrulega að gera þessa Alaska hérna kalapeysuna úr næsta pompom og svo það þetta. Já, sennilega á ég eftir að fá þá eina í viðbót. Og svo fékk ég, Hafdís vinkona var út í Ameríku og við vorum búin að ákveða það að hún færi út að hún myndi panta fyrir okkur þetta hérna leður armband. Og nú maður bara orðin alveg fullorðin sko. Alvöru prjóna kona. Ég að ganga þetta til. Þetta frekar stíft þegar maður fær þetta. En þetta að mýkjast. Ég veit ekkert hvað hún pantaði þetta en þetta víða til og meðalans til í hérna, ef ég man rétt, Garðbúð Eddu í Hafnarfirði. Og ábyggilega víðar. Rosa góð leðurlykt af þessu og þetta bara svona skemmtilegt. Þetta getur redda manni á ögur stundu ef maður ekki með málband með sér eins og núna þegar ég fer út þá þarf ég ekkert endilega að hafa með mér. Ég svo sem ekki að fara að prjóna neitt sem að krefst þess. Ég reyna að hafa með mér eins og þið heyrið prjónadót sem að þarfnast ekki mikið af auka hlutum. Þannig hérna en svo það sem að ég líka að vinna í en ekkert búin að vera að vinna í síðan þar síðast. Það eru 3 sjöl. Það hérna sjalið eftir hérna Emily frá Arctic Knitting og svo Vertices Unite og svo eitt en ég man ekki hvað hún heitir. En þau svona fara að verða næsta dagskrá samhliða þessum sokkum og peysum eða hvað sem ég seti í forgang þá þetta alltaf komið ljós eftir aðeins að taka til í töskunum. Nú, svo ætlaði ég að sýna ykkur hérna að því ég var að fara í þessa peysu í morgun og hún var svolítið hnökruð og hún Guðlaug í þráðum sem ég var búin að sakna ógulega og sem betur fyrir birtist hún á skjánum í gær að hérna hún var að tala um þetta hnökra í gatni og eins og sem margir aðrir maður hélt kannski að þetta var bara lélegt gatt sem hnökra en svo kviknaði á ljósaperu og Guðlaug vísaði í hana og hún bara myndi ekki hvað hún hét en það var Amy í Stranded Dyeworks og Stranded podcastunum sem að hafði unnið í fataverslun þar sem að svona fínni fataverslun þar sem var að selja kasmírull og alls konar svona og þar voru konur að skila rándýru peysunum sínum eða vildi fá að skila rándýru peysunum að þau hnökruð. En það var náttúrulega að því að held að vera gallar en það ekkert galli, þetta bara út af hárinu svo stutt í gatninu og ef það ekki þeimin þéttara prjónar að þá hnökraði þeimin meira. Og hérna og ég var svo svekkt fyrst eins og með þessa og hún hnökraði svolítið mikið en það náttúrulega í þessum öllum hérna grænu litum og brúna kasmír. Þannig að það hnökrar og þá snilt að eiga þennan hérna gæja, glínerinn. Ég fékk þennan í storkinum, hann bara í svona kassa og hann á eigin poka til þess að geyma í en ég bara ennþá með þetta í þessu, þetta ennþá heilt og það eru 3 hausar, svona misgrófur sem fylgja með. Ég veit að yngsta dóttir mín búin að fá sér svona því að hún á mikið af hettpeysum, jogging sem að svona hnökra mikið og hún heldur þeim eins og nýju með því að nota þetta, duglega að nota það. Og ég nefnilega oft spurð að henni í búð, þú veist, hnökrar þetta gatni ekki mikið. Sko, mín reynsla svo, eins og með Merino Extra Fine og Karisma og svona Baby Merinoið, auðvitað hnökrar þetta sérstaklega ef það ekki, ef það laust, prjónað. Þá hnökraði það meira, en eins og með Karisma þá mín
reynsla svo að það hnökrar eftir fyrsta þvott. Svo hreinsa ég úr því áður en að ég þæða næst allt hnökrið og eftir það þá er það bara okkupons hnökur. Ég prjóna reynda svolítið fast, þannig að þetta er ekkert eitthvað brjála vandamál hjá mér. Merino Extra Fine hjá mér hnökrar eiginlega ekki, eða Baby Merino, af því að ég prjónaði bara á mun minni prjóna en er gefið upp fyrir uppskriftirnar bæði af því að það tóknar alveg brjálæðislega úr svona Merino Extra Fine Superwash. Eins og grái gallinn hans Hilmis, hann var pínu lítill á því þó, hann var miklu minni. En svo bara leið og þetta byrjar að blotna, þá bara opnast gatnið alveg í allar áttir og bara tóknar á því og hún var einmitt að tala hún Guðlaug að hún var að spá í að skóla þarna úr einni peysu sem hún er að þvo upp á að lenda ekki í því að vera með of síða peysu að því það var svona singles Merino og Merinoen bara gefur brjálæðislega eftir. Og þegar maður fer að pæla í þá segir það sér svolítið sjálft að ef að flíkin er laust prjónuð að þá eru meiri líkur á hnökri að þá eru trefjarnar eða þræðirnar ekkert að bindast neitt of saman til þess að mynda lengri heild. Heldur eru svona stakir inn í og þá kemur þessi kúlu myndun. Þannig að þessi glín er algjört æði í það og þetta er bara, þú veist, þegar maður fyrir að spá í það, ef að maður, eins og áður ég fór að bara prjóna mínar eigin peysur, þá átti maður mikið af peysunum sem að voru að hnökra á hvernig stöðum og svo leið, svo var alltaf meira drastlið, en svo var þetta kannski bara, þú veist, hágæða efni í því, en bara af því að var stuttir þræðnir að þá voru meiri líkur á að þetta gerðist. Þannig að ef þetta er stórt vandamál, þá bara prófa næst þegar að prjóna úr svona gatni að prjóna úr mun á svolítið minni prjóna og sjá hvort að það hjálpi ekki eitthvað eða venja að sjá prjóna aðeins fastar eða eitthvað, en ég held að sé skynsamlegra að fara niður prjónastæðir af því að ef maður verður að prjóna fastar þá getur það bara hlaupið í axlirnar og puttana á manni og við viljum það ekki, við okkur á að líða vel þegar við erum að prjóna. Já, og eins og ég nefndi áðan að þá er ég bara svona aðeins farin að huga að sumarfríinu. Það bara, ég var að ukta í morgun bara, ég er að fara í næstu viku og það er eitthvað svo fjarlægt mér ennþá af því það er ekki alveg komið sumar hérna úti. En ég fór í morgun bara út á peysunni fyrir 8 ára, það var alltaf leið. Þoldi það alveg. Þannig að kannski er eitthvað að rofa til í þeim efnum. Nú síðan ætla ég að sýna ykkur hérna örsna töskunnar, þannig að aðeins fóru strax nokkrar frá mér strax og ég setti þetta inn á síðuna. En ég var að klára, ég var með þetta allt meira minni tilbúið. Ég var bara að bíða eftir þessum merkjum svo ég geti klárað töskunnar og sett þær inn á síðuna og komið þeim út. Og það er inn á verkefnatöskur Helgu á Facebook og síðasti daginn sem ég get sendt er 5. júní og eftir það er hægt að panta en ég get ekki sendt fyrir þá eftir 20. Og þetta eru bara þessi hauskúpu svona Mexíkó efni eru brjálæðislega vinsæl erlendis núna, en það var ekki auðvelt að ná þeim og þau eru dýr, þannig að ég er bara með takmarkað magn og reyndar eins og ég sett á þá reyni ég að vera svolítið bara með í mestalega, kannski ekki nema eins og af flamingo töskunum, þar var ég alveg með upp í 10 eins töskur eða svo, það var bara, en venjulega er ég bara með í mestalega kannski 4 eins töskur, ég reyni að vera bæði fyrir mig og ykkur að vera ekki með mikið af því sama. Af því við erum nú ekkert svo mörg. Svo er bara svona ljósblátt og þær eru allar með vösum inni
og fóðrar og með flíslínu, nema ef það er rosalega gróft efni í þeim. Þá er ég ekki með flíslín, þar þurfa ekki þannig stuðning og röndar og með handfangi. Hérna svona lítil, hún reyndar ekki með handfangi þessi, ég var bara að nýta efnið. En þetta er sem sagt svipustærð. Hún er bara aðeins lengri þessi bláa. Og þetta er sem sagt allt þetta nýja. Svo er annað albúm inn á síðunni líka með eldri tösku, sem ég gerði síðustu lótu. Svo er hérna bleikt, svona eins og þessa bláu. Svo eins með þessar alveg hræðilega sætar hérna. Rollunar. Þetta er nú eitthvað fyrir okkur prjónatjellunar. Bláar og bleikar, eða bleikugrunnur. Þær eru gráar og hvítar blessaðar. Svo eins með þetta var fallegt, svona sumarlegt, svona fíblinn. Tvær svona. Þessi hérna hauskúpu er ekki með flíslína því þetta er svona, þú veist, svona galla efni alveg. Og svo var ég bara að nýta hérna inn í, mér vantaði svolítið upp á fóðrið. Þannig að ég var bara að nýta svolítið af því sem að ég átti til. Bara að gera og ekki að sóa öllu. Ég á eina svona eftir þessa fóru strax enda ferlega vígalegar. Þú veist, þá þetta sé svona pínu spooky að þetta séu hauskúpur, þá eru það samt grútlegar einhvern veginn, skrítið og það hljómar. Og langhundarnir og svo aftur svona blóma. Og síðan sést þarna í svo stóru fyrir aftan mig. Ég var að taka þessa til að ég ætla bara að færa einni frænku minni þetta sem átti afmæli á dögunum. Færa henni eina svona. Hún er algjör blómaálfur og rosalega snillingur í garðinum og því mjög viðeigandi að færa henni svona stóran garðpoka. Þannig að já, eins og ég segi, endilega bara kíkið á síðuna ef ykkur langar að vera ykkur út svona tösku áður en ég fyrir frí nú já, bara með gjarnan benda á þetta og svona. Þetta er ég þarf að koma svo út. Mamma á ekki vera of hæverskur, maður þarf líka að losna við þetta en svo mun ég taka þátt í göngunni í haust með töskurnar. Ég er ekki alveg búin að fá grænt ljós á að segja hvar ég verð. Það er bara verið að vinna þetta allt núna. Þannig að ég verð með töskurnar þar og mun þá líklega vera náttúrulega með það sem að verður ennþá til hjá mér eftir sumarið og svo kannski þó eitthvað nýju ef það verður orðið eitthvað lágt á lagarnum, en það er alveg slatti til eins og er. Þannig að ég er ekkert að stressa mig neitt á því fyrir en hann nær dregur. Svo að, já, saumalinn er komin í frí og ég fæ stundum skilaboð, það eru ekki mörg, en stundum er að beða að spyrja hvort ég gerir svona á hins einn og þessa staðar og hinna staðarina, en ég er í raun ekki að gera neina svona sérstakar sérpantanir. Ég er með standardstærðir sem að miðast bara út frá stærðina af efninu sem ég kaupi og yfirleitt eru þessi bútar sem ég er að fá svona staðlegar, þannig að ég verð að miðast við að geta nýtt þá sem best. Og já, og ég er bara, þú veist, er að gera bara eins og mér þykir skemmtilegt náttúrulega að gera og hver mín reynsla af því að nota svona töskur í síðustu 2-3 árin, hvað hefur hentað mér best og ég svona vinn svolítið út frá því. Og eins og núna er bara, þú veist, ég seti inn sentimetra hæð og breidd og svona cirka grömmin af því sem þetta tekur í gatni og reyna að gera þessu þannig skil svo fólk átti sig á
á stærðinni og eins og núna þá bara bókstaflega allt inn í búðinu, inn á Lækjusvæðinu sem ég á til og það ekkert meira til en það og verður ekkert til svona næstu 8 vikurnar allavega. Þannig að já, bara væri gaman að þið kíktu á það og bentuð öðrum handavinnukonum sem þið getið ímyndað að hefðu áhuga á að skoða eitthvað svona. Og þetta líka eins og ég hef sagt áður, dóttir mín hefur notað þetta sem snyrtibyttu af því hún ekki handavinnukona og meira segja hún fékk fyrir Hilmi, þau eru hundafólk eða 2 stóra hunda, að þá langaði hann að fá, hún með einu svona sem bleiutösku sem bara blauturkurnar og bleiurnar ef það bara rétt verið að skjótast eitthvað og þarf bara svona að vara og reyndar með þetta alltaf ofan í skiptitöskunni þá eru bleiurnar og blauturkurnar ekkert á þvælingi þar neitt. Þannig að það ekkert endilega bara verið að nota þetta í handavinnu. En síðan ætla ég að kíkja á ykkur bara á mánudaginn eftir viku og sjá hvað ég verið búin að ná að losa af prjónunum þá. Og þá verð ég væntanlega líka búin að taka til það sem ég ætla að hafa með mér út og sýna ykkur það. Og sýna ykkur svona stöðuna bara á því sem að verður skilið eftir heima af því sem ég næ ekki klára. Ég veit alveg ég ekkert að fara að ná að klára að neina peysu allavega en ég ætla svona að láta eins og ég segi þessa sokka ganga fyrir, komast aðeins að stað í sjölunum eða svona, já, láta þau ganga áfram og já, ég held að þetta sé bara allt. Ég bara óska ykkur gleðilegra og góðra handavinnuviku og hlakka til að heyra frá okkur og sjá ykkur, ég sé ykkur fæst en ég fæ oft yndisleg skilaboð og samtöl í gegnum netmiðlana. Þannig að á meðan bara hafa það gott og við sjáumst. Takk fyrir í dag og bless.